Komið sæl, Hrefna Marín Sigurðardóttir heiti ég og dönskukennari í Menntaskólanum í Reykjavík. Í erindi þessu ætla ég að gera smá grein fyrir meistaraverkefni mínu í dönskum kennslufræðum frá Áhrúsar Háskóla í Kaupmannahöfn. En þar rannsakaði ég einmitt stöðu íslenskra nemenda hér á Íslandi. Og ég hef ákveðið að hafa titilinn á þessu frá Danmörku til Íslands hvað svo, af því að ég að einblína á nemendur sem að hafa einmitt koma frá dönsku málaumhverfi og setjast svo á íslenskan skólabekk. Og ég var að rannsaka hvað gerist þegar þau setjast á þennan skólabekk. Hvernig tökum við á móti þeim, hvernig líður þeim í þessum aðstæðum og hvað námsefni höfum til taks. Ég ákvað að rannsaka öfugt við margar aðrar rannsóknir en að taka mitt hinn pólinn að skoða hvað gerist þegar þau koma tilbaka til Íslands. Öfugt við aðra sem hafa rannsakað hvað gerist þegar þau fara til Danmerkur eftir dönsku kennslu á Íslandi. Og ég vildi þar einblína á þennan nemendahóp sem hefur lært dönsku, hvort sem það út frá heimilisaðstæðum eða búið í Danmörku. Ég vildi skoða hvort að fengi námsefni við hæfi, hvers konar úrræði væri til staðar, hvernig dönskukennarar tækla þessar aðstæður almennt og hvað skólakerfið býður upp á og hvað í raun og veru hvað gerist. Þá meina ég hvað gerist hjá þessum krökkum sem flytja heim til Íslands og þurfa að læra dönsku í íslensku móðurmáls umhverfi þegar þau hafa dönsku sem, annað mál eða móðurmál. Þessi hópur nemenda hefur verið, og verður alltaf hluti af íslenska skólakerfinu. Þess vegna þótti mér mjög mikilvægt að skoða þetta sem ekki hefur verið skoðað áður. Til gamans má geta má nefna það að í fyrra, samkvæmt Hagstofu Íslands, fluttu 1686 Íslendingar, þá erum við að tala Íslendingar með íslenskan ríkisborgararétt, til Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs. Af þeim fluttu alls 913 til Danmerkur. Þannig að þið sjáu að það drjúgur hluti þar sem fer til Danmerkur. Alls 804 Íslendingar fluttu síðan aftur á móti frá Danmörku til Íslands. En alls voru þar 1708 sem fluttu frá Svíþjóð, Noregi og Danmörku. Þannig að þarna aftur sami drjúgi hlutur. Þar í okkar samkvæmt aðalnámskrá og okkar kerfi þá hafa allir jafnan rétt til náms og þá manni spurt, af hverju fá þessir nemendur ekki sömu tækifæri og norsk og sænskumælandi nemendur? Og ég kem inn á það betur. Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað í húfi, hverjar eru þarfir nemenda og hverjir eru möguleikar þeirra og tækifæri til að þróa dönskuna á Íslandi. Ég vildi skoða hvernig við tökum á móti þeim, hvert námsframboðið og hverjar eru aðstæðnar sem nemendurnir eru í. Ef við förum aftur á þessu það sem ég minnist á að norsk og sænskumælandi nemendur hafa annað tækifæri, þá vert að skoða að þarna mismun að ræða. Hvað var það þessar nemendur sem komu frá Danmörku? Ég vildi skoða hvort og hvernig við getum gert þetta betur. Rannsóknin byggði á eiginlegri rannsóknaraðferð, þar sem tekið voru viðtölu 5 nemendur með þessar forsendur og 4 dönskukennara haustið 2019 á höfuðborgarsvæðinu.
Viðmælendur voru bæði nemendur og kennarar grunn- og framhaldsskóla. Nú ef við lítum aðeins á íslenska skólakerfi í þessum aðstæðum, þá vildi ég aðeins, þá ágætt að benda það að danskan náttúrulega kennd sem erlent mál. En aftur á móti málkunnátta þessara nemanda oft eins og annaðsmálskunnátta eða jafnvel móðurmálskunnátta. Og þetta fer allt eftir hvenær þau bjuggu í Danmörku eða bjuggu við danska mál aðstæður og hvað þau bjuggu lengi, sem sagt hvað þau náðu að tileinka sér mikla dönsku og málfærni þegar þau flytja heim. Nú, það ákveðið óskráð kerfi sem kennarar fara eftir bestu getu og þekkingu. Hér vert að athuga að engar ákveðnar reglur eða viðmiðun til staðar. Þá dæmi að 8. bekkingur sem hefur búið í Danmörku fær að vinna í sömu bókum samnemendur sínir en á sínum hraða. Þá klárar oft námsefni á nokkrum vikum sem alla jafna tekur samnemendur hans eða þess nemanda heilt ár. Þessi nemendahópur vinnur svo áfram eins og ég vil kalla eyðufyllingavinnu í námsefni fyrir 9. og 10. bekk. Ég vil leyfa mér að kalla þetta eyðufyllingavinnu því námsefni nær ekki að örva dönskukunnáttu þeirra og efla. Þá algengt að 8. bekkingur klári 9. og 10. bekkjar námsefnið og fari beint í fjarnám í dönsku fyrir framhaldsskóla. Námsefni oft á tíðum tengt við daglegt líf framhaldsskólanema og þar á 8. bekkingur í raun og veru ekkert erindi. Í sumum námserindum. Þá má ekki gleyma að rétt námsefnisval forsenda fyrir velgengni nemanda. Nú, þegar þessi nemendur klára seinni dönsku áfanga sinni í framhaldsskóla, þá eru þeir þar með komnir með stúdentspróf í dönsku og það kannski 9. bekk. Og það hefur verið svolítið raunin að þetta snýst svolítið að klára þetta af, vera búin með dönskuna fyrir menntaskóla. Og þá spurning hvort að það sé heppilegast í stöðinni eða hvernig við getum stöðst betur við þetta. Nú, þarna kemur fram námshraðin þeirra, nú áherslu kennar eru mismunandi og námsefnið í raun og veru. Það eina sem við höfum það sem boðið upp á fyrir samnemendur sem þá með við að læra dönsku sem erlent mál en ekki það sem þeim næst. Nú, eftir þetta þá tekur raun og veru ekkert við. Aðeins stöðnun í dönsku og eyður í stundatöflu þegar samnemendur eru í dönsku, bæði í grunn- og framhaldsskóla. Ég vil einnig koma fram fyrir ákveðnu raun en þessi krakkar sitja oft á tíðum einir eða fyrir utan stofuna, jafnvel bókasafni, þeir vinna einir, hafa engin samskipti við aðra á dönsku og geta þar með ekki þróa talað mál sitt. Skóli án aðgreiningar, hvað? Nú, og það þeirra ósk að tilheyra hópi. Það þeirra ósk að fá að tala á dönsku við aðra. Nú, þá spurning hvernig við getum stuðst við bæði kennara og nemendur í þessum aðstæðum og þá spurning hvort það sé hægt að útbúa formúlar. En við ættum að byggja þau, við ættum að vera að víkka út tungumálið þeirra, ekki staðna þar sem þeir eru með barnadönsku, heldur gefa þeim réttu tólin. Þeir þurfa örvun til að þróa áfram og öðlast fullorðinslegt mál í dönsku. Nú, hæfni þeirra og áframhaldandi dannelse, eins og sagt í dönsku, nú höfum við efni við þeirra hæfi. Með hugtakinu dannelse þá á við dönnun, þá á við það að þetta er mjög heitt viðfangsefni í Danmörku og þetta hefur ekki almennilega náð rótfesti hér á Íslandi en mjög ofarlega í öllum mennta- og menningarmálum í Danmörku.
undanfarin ár. Ræða hugtak sem felur í sér dönnun en það vandmeðfarið að túlka það eða þýða það beint án þess að skoða teóriur á bakvið það. Þá hægt að nefna Klaus B. Mortensen, Bonsko og upphafsmanninn Wolfgang Klafki. Þetta snýst það að þú ert með nemanda og hann þarf að upplifa það óþekkta til að gera það þekkt til að ná að þróa sig sem einstakling og sem nemanda. Þetta snýst reynslu myndun. Bæði formlega og almenna reynslu myndun. Ég vil kalla þetta gjána að þroski nemenda og efri bekkja námsefni helst í hendur og krakkar sem eru í 8. bekk og þurfa síðan að fara í námsefni fyrir framhaldsskóla, detta ofan í gjána. Það ekkert fyrir þeirra þroska og eins á við þegar þau eru klárað þetta að þau detta ofan í gjána og við þurfum hreint og beint að geta kasta til þeirra réttu reipi svo þau geti náð að vinna sig upp. Helstu niðurstöðurnar eru þær. Það benda til þess að þessi nemendur upplifi vandkvæði þegar þeir setjast á íslenska skólabekk og læra dönsku sem erlent mál. Færni þeirra og kunnáttu í dönsku oft í líkingu við móðurmálsþekkingu. Þá margt sem bendir til þess að íslenska skólakerfi náði ekki að mæta þörfum þessa nemendahóps svo reynslan gagnist þeim til frambúðar og áframhaldandi náms í Danmörku. Þeir hafa allir sameiginlegt þessi nemendur að þeir vilja fara í háskólanám til Danmörkur. Þá stærsta og mesta áskorun fyrir þá þegar þeir setjast í íslenska skólabekk að þróa áfram dönsku kunnáttu sína á það háu stigi að það gagnist þeim í áframhaldandi námi í Danmörku. Það sama gildir dönskukennarana en þeirra helsta áskorun að geta mætt þessum nemendum og svara raunþörfum þeirra í dönsku svo það gagnist þeim. Það afar leitt þegar íslenska skólakerfi getur ekki örvað þessa nemendur og veitt þeim þann stuðning sem þeir þurfa, bæði bóklega, menningarlega, í töluðu máli, samskiptilega séð, málfræðilega, bókmennta og í fagsprófi, eins og það kallað. Þá vert að minnast á að í aðalnámskrá segir við að efla kunnáttu nemenda í norrænum menningararfi og þá ofta tíðum erfitt að lifa upp til þeirra væntinga í hinum hefðbundna íslenska nemendahópi en upplagt einmitt að þessi dansk-dannaði nemendahópur fái að vera þess aðnjótandi. Að þeir fengi námsefni sem með tilheyrandi bókmenntaarfi við hæfi og fengi svipaða kennslu og samlandar okkar fá í bókmenntagreiningu, túlkun, analýseringu á þessum aldri. Það leitt hvernig þessi dansk-dannaði nemendahópur oft á tíðum settur á hliðarlínunu og nýtur þess ekki að tala við aðra á dönsku. Hér ætti að sjálfsögðu að vera boðið upp á hópavinnu fyrir nemendum með svipaðan bakgrunn þar sem þeir geta hist, æft og talað mál og ritað. Það vert að nefna að þótt að þessi nemendur komi og hafi þennan bakgrunn ekki hægt að gera ráð fyrir því að þeir hafi alla farnir þætti á hreinu þótt þeir tali dönskuna hreint. Þá oft vankunnátta í danskri málfræði og fleira. Þess vegna væri upplagt að hafa einhvers konar formúlar við hendi eða prófun sem nemendur gætu tekið þegar þeir koma til landsins svo kennarar viti hvar þeir standa, hvar vantar að leggja áherslur og hvernig best sé að koma til móts við þá. Markmið kennslunar og forsendur nemenda verða þannig að liggja til grundvallar við val á námsefni og námsfyrirkomulagi. Það skortur á námsefni við hæfi og niðurstöðurnar benda einnig til mikilvægis þess að þessi nemendur fá að tilheyra hópi og ná þannig að þróa dönsku sína frekar. Þetta eins og hefur komið inn á að ekki aðeins mikilvægt samskipti og óbæflis heldur almenn dönnun þessara nemenda. Í samfélagi eins og okkar þar sem nútíminn býður upp á fjölmarga stafræna möguleika ætti það ekki að vera stórmál að finna lausnir sem myndu henta þessum hópi. Námsframboð og námsfyrirkomulagi til þessara danskdanna nemenda á Íslandi verður vera okkur ofarlega í huga. Þetta forgangsatriði fyrir skólakerfið að bæta úr enda fækkar ekki í þessum hópi nemenda. Takk fyrir mig.